Sko verkið er tilnefnt Caroline Schneemann sem er einhver magnaðasti listamaður 20. aldarinnar, eða seinni hluta 20. aldarinnar. Hún náttúrulega svona, hún svo sem tók bara bara þið forna mótíf í myndlistinni, bara kvenlíkaminn. Hún gaf kvenlíkamanum bara rödd. Og þú var svo heppin að kynnast henni þegar hún var það bara í tengslum við þegar hún var á listahátíð fyrir mörgum árum síðan. Við erum síðan miklu vinir og hún var svona mikil mentor og hún er svo mikið tengst við femíníska myndlist en hún leit alltaf á sig sem málara og var svo umhugað að hún væri málari sem var mér svo geggjað þegar maður þekkir hann sem gjörningalistamann og vídeólistamann líka en alltaf þessu vídeóur hennar eru svo mikið málverk. Hún var alltaf svo umhugað formið málverk og leit alltaf á vídeóverkin sín sem málverk og ég held að sé undir mjög miklum áhrifum af því og eins og þessi bara formið á sumarnótt það er þessi hringur og hann er mjög mikið komin úr verkum Caroline Schneemann sem lék sér mikið með að útbúa alls konar speglunar apparat þannig að vídeóinnsetningarnar það yfirtóku rýmið, það var einhvers konar það var allt líkjandi. Þessi verki er mjög mikið að leika með hringformið og það kemur frá Caroline Schneemann þetta vídeó sem er allt líkjandi en svo líka er þetta að leika með þetta klassíska, hvað heitir þetta, sirklórama. Mér finnst þetta svolítið áhugavert form. Þetta er 19. aldar form til þess að í rauninni þetta er það sem orrustumálverki er tekið lengra í að verða svona þrívítt og allt líkjandi og það var dálítið svona inspirasjón í hvernig þetta verk var til og svo er ég að leika með symmetriska tension sem er alltaf mjög skemmtileg að þetta er eitt par sem labbar og syngjum ástina svo er annað alveg nákvæmlega eins par sem labbar og syngjum ástina svona kinetísku skúlptúr með symmetrískri spennu og svona symmetrísk spenna þetta er svona eitthvað sem maður tengir þetta komið mikið frá Bruce Nauman og Ronnie Horn og líka ég hugsaði Caroline Schneemann í þessu verki og svo hugsaði ég líka Ronnie Horn bara mér fannst ég vera að vinna með symmetríska spennu og síðan íslenskt landslag og Ronnie er svona listamaður sem hefur mikið endur eða skilgreint fyrir mér hvað íslenskt landslag er. Í rauninni finnst mér Ronnie Horn og Jónas Kjarval vera svona listamennir sem að láta mér skila íslenskt landslag og náttúrulega með dass á Þórarinn B. Þorláksinni. Verkið heitir uppalega þess að þegar var uppalega sýnt þá heitaði upp á ensku Death is Elsewhere sem er rauninni kemur bara innan úr laginu sem þau syngja það er viðlagið alltaf Death is Elsewhere og þetta er komið úr þetta er bara titill á bók Basian Ader sem að Alexander Dumbartse skrifaði mjög skemmtileg bók og ég átti hana í bókahöllinni og bara ég keypti þessa bók bara því maður þessi titill svo geggjaður Death is Elsewhere og þetta er svona og Basian Ader er myndlistarmaður sem hefur mjög mikil áhrif á þessa hollensk lærðu íslensku svona fluxus áhrif íslensku listamenn undir fluxus áhrifum og Basian Ader var svona mikið fyrir mann í náminu einhver svona listamaðurinn sem einhvern veginn bara hvarf inn í listaverki sitt hvarf inn í dauðan í ein verki hérna sigldi út á opið haf og svartaldir framar og þessi titill er frá Alexander Dumbartse þetta er ekkert úr neinu verki eftir Basian Ader en svo þegar við átt að þýða þetta yfir á þegar við varum að sýnda hérna í listanum í Íslands þá hugsaði maður hvað titill alltaf vera og þá hugsaði ég að langaði með þetta hittir bara sumarnótt og það með að vitna þetta náttúrulega í verk sem ég held að sem er mjög mikil áhrifavaldur á þessu verki sem er sumarnótt á Þingvöllum eftir Þórarinn B. Þorláksson
birtan þarna í hestinum við Þingvallavatn og kirkjunni í bakgrunn og það einhver endalaust falleg sumarnætur birta í þessu verki og ég tók upp þetta verk miðjanótt að sumri til þess að reyna að fanga þessa stemmingu, þessa svona töfrandi sumarnætubirtu sem bæði einhvern veginn, hún einhvern veginn lífs og liðin þessi birta. Þetta svo mikið svona vitnað í málarhefðina og þessa svona, í rauninni kannski svona þessa íslensku málarhefð með sumarnóttina og það var, þú veist, sumarnótt Þórarins B. Þorlákssonar og síðan sko manni þegar ég var bara að gera þetta verk var mjög mikið að leita að stað á Suðurlandi sem myndi á Jón Stefánssonar verkið sem ég man aldrei hvað heitir sem bara eitthvað svona fengið sér bara nestisferð einhver staðar á Suðurlandsundirlendinu sem alltaf á Hótel Holti svona risastórt málverk og það var dálítið svona kveikjan að þessu verki þessi endalösi slétti flötur og svo fjöllin einhver staðar í bakgrunn og þannig að með þessum titli sumarnótt þá finnst mér svolítið gaman að vitna inn í þessa svona klassísku íslensku málarahefð. Ég veit ekki hvað þetta verk en þetta þú veist, það ástin og dauðin eru rosalega mikið svona einhver tilfinning í þessu verki og þú veist, og þessi hugmynd, þessi tilfinning af feigð og hún líka svo mikið eitthvað hún svona sumarnótt eða eitthvað sem kemur líka úr sko, þú veist, eitthvað svona yndislegheit en tilfinning af feigð, það var svona það sem ég var svolítið að leita eftir og bara þetta svona memento mori dæmi og mjög mikið fyrirmynd mín í þessu er Antoine Watteau, franski rokokómálarinn. Þú ert alltaf með einhverjar yndislegar senur sem að einhvern veginn ég tengi þær alltaf við dauðann sko. Það er alltaf bara kannski að þetta var málað 1700 eitthvað og það allir farnir sem í þessum málverkum en það samt, nei, það eitthvað annað í Watteau málverkum en öðrum málverkum sem máluð 1700 eitthvað. Það eitthvað svona tónn eitthvað svona nautn og yndislegheit og svo tilfinning að dauðinn eitthvað alltaf sín nálægur og breytingar og þetta eitthvað svona þetta í rauninni eitthvað sem gerist bara alltaf þegar þú gerir listaverk. Mér finnst alltaf listaverk vera svolítið hugleiðing fórgengilegan. Verkið staðsett þetta tún sem bara við eldhraunið. Það sem þetta bara svona tún sem rauninni leifar af landslæginu sem að eldhraunið fór yfir. Sá stærsti hraunfljótur á sögulegum tíma í heiminum og bara tilfinningin Skaftárelda og eldhraun svo rosaleg og þetta náttúrulega, þú veist, þetta náttúruhamfarir sem bara drápu 1/3 Íslendinga og sko milljónir manna alla heim fórust út af þessu því að þetta olli sko mengun og uppskerubrest allan heim og þetta er náttúra sem breytti heiminum. Það minnst það líka svo geðvægt, þetta er hraun sem kom 1783-4 og gosið olli breytingum á loftslagi sem olli sko uppskerubresti í Frakklandi sem olli pólitískum óróa sem olli síðan frönsku byltingunni sem bjó til nútíma samfélag. Þannig að bara þetta hraun breytti mannkynssögunni og svo líka þegar ég elska rokokó og elska Watteau þá finnst mér svo geðvægt þetta sé rokokó-hraun. Þetta frá 1783. Þetta er eitthvað svona tími í þessu sem ég finnst algjörlega geggjaður og bara tilfinningin að vera við þennan hraunjarðað sem bara breytti heiminum og bjó til nútíman og þau eru bara að labba og syngja að dauðinn sé ekki hér. Líka þau eru þarna bara syngjandi einhvern ástaróð í þessum dramatíska umhverfi að það er eitthvað svona óbærilegu léttleiki í þessu og svona hvernig dirfast þau að vera bara í þessum dúlluskap þegar heimurinn er stöðugur ótti, stöðug sorg og þetta er svona smá sem að mér finnst dálítið gaman að vinna með það því að þú veist það er eitthvað svona kyrrð oft í verkum sem að mér finnst oft vera mjög pólitísk bara eins og hugsa aftur Antoine Watteau þú veist það sem að einhver svona yndislegheit og kyrrð í verkunum gefa til kynna bæði feigð og tilfinning af frönsku byltingunni handan við hornið
og óróa og bara þetta gengur ekki. Það svona, mér finnst það oft eitthvað mjög áhugavert þegar eitthvað svona, mér finnst yndislegheit mjög áhugavert, af því að þau eru einhvern veginn, mér finnst þau eitthvað ógnandi. Og mér finnst það svona áhugavert líka að þetta hraun og þessi, þú veist að því þetta svona, við hugsaum þetta sem svo malerist verk að það sko talað að þú veist bara skaftaröldar ollu svolítið breytingu á málverki í Evrópu og já, ég raunum mest í Evrópu og á seinni hluta 18. aldar að það kemur eitthvað svona brún appelsínugulur stemming yfir allt sem alltaf fer síðan yfir í þú veist Turner og eins og Benjamin Franklin skrifar sko það að birtan sé einhvern veginn svona brúnleit þessi ár. Það eitthvað svona, birtan breyttist í heiminum út af þessu eldgosi. Það eitthvað svona risastórt malerist verk sem að Lagagégar bjuggu til. Og það tengingarnar einhvern veginn, þú veist, mér finnst það bara hvað sem maður gerir. Það er alltaf einhverjar endalausu tengingar, sko, sem voða skemmtilegt að fabúlera En svo þetta náttúrulega, og svo þetta tekið upp í sumarnóttinni sem þessi klassíski tími leyndarmálanna og náttúrulega hér á Íslandi sumarnóttin alveg sérstaklega einhvern veginn draumkennd og þú veist, hver kannast ekki við það voru margar indalar andvökunæturnar upp við Hvanneyraskál, það ekki eitthvað í einhverju Hugsmortenslægi og svona ofurrómantískur tími og mér finnst alltaf svolítið gaman að vinna með svona fáránlega rómantíska hluti sem eru svona over the top sko. Og sko þess vegna líka var þetta svakalega svona, þetta var hávísindalegt hvernig við tókum upp vídeóið, það var sko þessi klukkutími svona þegar fuglarnir sofa á íslensku sumarnótt og þú heyrir það alveg í byrjuninni smá fuglasöngur og svo í endan þá eitthvað svona fuglasöngur að byrja aftur. Við náðum þessum tíma þegar þögn og sem að mér finnst alltaf geðveikur tími. Mér finnst mjög gaman að vinna með oft svona klisjur og svona alveg banal klisjur. Þetta bara svona, þú veist, þetta bara svona heterosexual par að labba á engi að syngja ástarljóð. Þetta er bara svona óþægileg klisja núast og mér finnst það alltaf svo áhugaverð þessar klisjur í menningu okkar sem eru fyrirfram gefnar sem yndislegar en þú veist og einhvern veginn sem betur fyrir hefur maður lært að setja spurningamerki við þær og mér finnst oft svo gaman að sýna bara klisjuna á þess að og bara á áhrænd getur sett sín spurningamerki sjálfur. Flest öll mjög verk einhvers konar samstarf. Ég get ekki einu sinni mála málverk á þess að hringi vin, hringi Ingibjörgu konuna minni og hjálpa mér hvernig á ég að leysa augun. Þannig að þú veist, ég sko, þú veist, ég finnst bara rosalega gott að vinna með fólki og fá input og hugmyndir og þetta verk til dæmis að bara skipti mjög miklu máli í þessu verki hvernig þetta var tekið upp og þar var hann Tómas Tómasson kvikmyndatökumaður algjör rosalega skapandi í hvernig við náum að búa til þetta verk, búa til þetta umhverfi og svo líka Chris MacDonald hljóðmaður og Huldar Freyr með honum í bara búa til þessa hugmynd og sérstaklega hjá Chris var rosalegur hausur sko að finna sko hvernig þú myndar hreyfingu í hljóðið því að hljóðið alltaf að hreyfast með performerunum og það sko á hverjum skjá voru 3 mikrofónar að pikka upp þannig að það stereóið alltaf í gangi og síðan náttúrulega sko og svo náttúrulega Kristín Anna og Gyða og Bræs og Aron við öll saman 5 vorum að semja þessa músík og þetta verk verður bara til úr okkar svona músíksamstarfi sem við gerðum þú veist í einhverju stöði fyrir eitthvað tónlistarfestival í Bandaríkjunum sem að Bræs og Aron átti hugmyndina bara spurðu mig hvort að ég vildi gera eitthvað verk fyrir þetta tónlistarfestival sem bara þú getur nota bara hvert sem á okkur þessi tónlistargengi
og þá fekk ég þessi hugmynd bara eitthvað með langaði að búa til hljómsveit með Bryce og Aron, að því ég bara fatt að ég á vini sem ég hef unnið með í verkum áður, Bryce og Aron og Gyða og Kristín sem eru svona brjálæðislega magnaði tónlistamenn en eru tvíburar og þetta var bara svona einföld bjána hugmynd bara, mér langar bara að búa til svona ABBA með tvíburum og og öllum fannst það bara skemmtilega hugmynd og við þess að það voru haldin tónleikar á þessu tónlistafestivali og byggum til fullt af lögum og svo satt þetta lag dálítið eftir. Það var eitthvað svona magnað við þetta lag og svo kom þessi hugmynd að þessu verki í kringum þetta lag. Það bara svona að búa til þennan ring og þessa skúlptúrísku þetta skúlptúríska verki kringum þetta lag og þannig að þau eru ofboðslega mikið og þetta er líka rosa mikið portrett af þeim sem listamönnum. Þú setur eins og Aron og Bryce svona brjálæðislega dásamlega gítarista í þessum ömurlegu aðstæður í ískaldri íslensku sumarnótt að plokka strengina og labba og það erfiðleikarnir þeir eru svo mikið tónlistarperformance í þeim maður finna svo mikið hvað það að búa til tónlist að sjá þau spila og rattanir Kristínur og Gyðu bara eitthvað sem þær hafa verið í svona röddunum síðan það voru smákrakkar og Aron og Bryce hafa verið að ratta gítarunum síðan það voru smákrakkar. Þetta er líka svo mikið bara portrett af þeim sem vinum og þeim mannskjum sem þau eru og það er mjög falleg vinátta á milli þeirra allra svona og það var og mjög falleg hvað þau eru alltaf svona að læra hvort öðru í sambandi við það að vera tvíburar. Þetta er alltaf mjög flókið dæmi að vera tvíburi og vera, einmitt í svona kreatífa bransa eins og tónlistarbransanum.